sem sagt fyrir einingaprófin sem að ég vísaði í fyrirlestunum frá því fyrra, þá erum við að nota Mocha og Chai til þess að búa til einingapróf fyrir kóðan okkar. Og það allt gott að blessa að nota í raun svoleiðis Mocha sem testrunner og Chai sem assertion library og skrifa test. En svo getur bara verið að við sem alltaf testa bara sama dótið aftur og aftur og aftur. Þá kemur í raun inn þetta annað tól fyrir svona test-driven hugbúnaðarþróun og bara fyrir að skrifa test yfir höfuð. Að athuga hversu mikið af kóðanum okkar coveraður af því sem við erum búin að skrifa. Þannig að við erum búin að skrifa test fyrir eitthvað og við erum bara kannski búin að prófa eitt case 3 sinnum en annað case aldrei. Og þannig fáum við þessuna coverage summary sem að við kannski reynum að opna þannig að við sjáum eitthvað. Tökum bara út frá þessu sem að við vorum með í verkefni í forskriftinu hérna. Þess að við erum með þessi föll hér og við erum með þessi test hér. Þess að við sjáum hérna að þetta á að þegar við markvöldum 1 og 2 þá ættum við að fá 2 sem er bara svona mjög basic test til þess að keyra. Og svo keyrum við í raun og við keyrum hérna þetta watch sem fylgist með niðurstöðunum hjá okkur og þá sjáum við hérna að þetta test sem við skrifum, það klikkar. Þannig að við förum svo inn í þennan kóða hérna og við gerum bara það minnsta sem við þurfum til að láta testið ganga, við gerum bara return 2 og þá sjáum við hérna að nú það passing. Þannig að svo opnum við þetta hangi hérna. Svo búum við til annað próf og segjum it should not multiply two strings. Þannig að þá fáum við hérna eitthvað A og B og ég man nú ekki hvað var, það var 0 sem ætti að koma. Should equal 0. Þannig að þá fáum við hérna að þetta klikkar og við höldum svona áfram og notum þessa lúpu til þess að fá hérna svona hratt feedback og ef við erum með þetta sett upp þannig að einhvern veginn svona, það sem að sjá og það sem að jökla þessum skjám hérna, gengur illa að ef við erum með editorinn eitthvað öðru megin og testin hinum megin og svo vistum við og við sjáum alltaf hérna bara eitthvað fáum þetta bara jafnóðum, beint í æð hvernig okkur gengur að skrifa kóðan okkar. Þannig núna ætlum við að gera eitthvað hérna if eitthvað bara eitthvað mjög stupid hérna type of values equal to string return null. Þetta ekki rétta leiðin að gera þetta, annars return 2 og sýnir okkur ekki eitthvað rétt af því að það tekur svo langan tíma og ég svona af því að það besides the pointið sem ég að reyna að gefa ykkur núna, þannig að ég svona segjum bara hérna if values af því að mér langaði að komast að því hvernig svona coverageið virkar jafnt og 1 þá bara return 1 og svo erum við hérna return 2 af því að ok, svona expected 1 to equal 2 hérna því ásækja að ég hérna hendum bara þessu testi af því að þetta algjörlega að fara út í kú hjá mér hérna og nú erum við með sem sagt þetta eina test já, það var með þess að var 2 hérna svona þetta er nót þess að ég geti sýnt make my point hérna. Þannig að núna erum við með kóða sem að passar þetta test hér og gæti jafnvel verið að við værum með annað test
sem að væri kannski ekki alveg nákvæmlega eins en væri að testa sama caseið í raun, bara ef við höldum áfram með svona alveg dæmi að við svissum hérna röðinni á inputinum og þá náttúrulega brotnar þetta líka af því að þetta segir bara hérna ó guð minn almáttugur hvað þetta slæmt hjá mér svona nú erum við 2 hérna test og við höldum jafnvel að við séum covered með því að skrifa bara það fleiri og fleiri test en nú erum við raun með hérna að því að alltaf ef að fyrsta staki í fylkinu okkar 1 þá skilum við 2 og það raun lætur testin bæði virka þannig að þá erum við að fá svona falskt öryggi af því að vera með þessi test af því að þau eru ekki að covera allan hérna allt fallið sem við erum að testa þannig að þá fáum við svona coverage tól eins og þetta sem við erum að nota sem hérna ég geti verið að einhver ykkur hafi lent í hérna vandræðum við að setja upp þessum tólum hérna ég alltaf þegar ég setja upp svona upp á nýtt þá lendi ég alltaf í ykkur veseni en það sem við erum að nota hérna til þess að gera þetta Istanbul og ég held að þetta geti verið eitthvað sem að geti lagað þetta hérna hérna einn við erum með þetta sett upp sem global cover source ok, allavega reynum að hunsa þessar villur hérna sem eru alveg í massavís og þá erum við núna með í raun statement coverage sem að nær ekki yfir hún ekki 100% sem því að við erum ekki að hérna skrifa test sem að snerta á öllum hérna föllum eða öllum leiðum í gegnum forritið okkar þannig að við förum alltaf í gegnum testi hérna við förum alltaf í fyrsta statement eða hérna fyrsta bransi hérna og við skilum alltaf þessu hérna en við keyrum aldrei þetta hér sem þýðir að við munum ekki það eitthvað case sem er ekki coverað af testunum okkar og það það sem að coverage virknin gerir og ástæðan fyrir því að hérna, þetta ætti að skila allt hérna hjá okkur 100%. Statements sem sagt það bara að hvert statement sé keyrt, branches að það sé í raun skoða öll branch, ef við erum með if else að það sé bæði ifið og elseið skoðað, öll föll séu skoðuð, þetta eitthvað skrítið hérna, og hver lína sé hérna keyrð. Þannig að það með þetta coverage dæmi. En það sem ég ætlaði síðan að gera í dag, af því að Express síðan það sem við erum búin að vera að vinna með, eða þið eru búin að vera að vinna með í verkefni 5 og núna líka í verkefni 6. Og í verkefni 6 ætlum við líka að nota Express, ekki bara svona á þannig einfalda hátt sem kannski er búin að vera að gera í verkefni 5, bara taka við einhverjum gögnum sem koma úr þessum multiplier klassa ykkar og pípunum út í eitthvað framenda og leyfa fólki að slá eitthvað inn og fá. Þannig að þeir eru bara að gera þetta allt á ykkar vefþjón hana. Þetta er alltaf að gera í raun vefþjónustukall út fyrir okkar project yfir á eitthvað vefþjón, notum apis.is aftur og fáum svo tilbaka eitthvað gögn og birtum þau síðan í framhaldinu. Og þess vegna þannig að það erum við að fara að gera það saman við vorum að gera þannig að þegar við vorum að nota jQuery til þess að sækja gögnin, nema núna ætlum við ekki að láta framendan gera það, nú ætlum við að láta bakendan gera það. Og það sem ég ætlaði að gera í dag, eða restina af þessum tíma núna, erum við bara að taka dæmi það hvernig við getum gert það. Þannig að ég ætla bara að byrja hérna frá byrjun og ég ætla að nota hérna Express Generator sem rosa fínt svona til að bootstrappa verkefnið og fáum við bara svona allt sem við þurfum, svo laga ég það bara til. Þannig ég ætla að gera hérna Express demo. Það býr til möppu hérna sem heitir demo og með öllu þessu hérna og ég ætla að fara inn í demo og
hér ætla ég síðan að npm install vista pug, af því ég ætla að nota pug sem er nýjasta útgáfan af Jade. Þá er það komið og svo getum við prófað hérna npm start. Já, þetta er að gera npm install. Þannig þetta sækir allt hana, express og allt það sem það þarf. Svo keyrum við npm start og núna erum við að keyra þennan vefþjón hérna og ég keyrði hann ekki í debug þannig að ég sé ekki hérna en hann keyrir á porti 3000 og þá fáum við þetta hérna welcome to express. Þannig þá erum við með þetta hérna, þetta er mjög lítið að þessi vefþjón er að skila þessu hér til okkar og við rendurum það hérna á framöndanum. Ok, þannig að núna ætla ég að gera það að ég ætla að fara hérna inn á apis.is og fyrir þessa hérna vefþjónustu, Concerts in Iceland, þá ætla ég að sækja það og ég ætla að birta þessa tónleika sem eru hérna, listaðir upp hér og eru bara breytilegir, en munu alltaf koma þessu hérna formi frá APIs, þetta eitthvað results með fylgi af þessum eventum, það sem er bara eitthvað nafn og date of show, user group og eitthvað og hvar það er og eitthvað mynd og svona. Og ég ætla bara að fá það og ég ætla bara að geta birt það hérna á þessari síðu hjá mér, bara lista af þessu hérna. Þannig ég ætla að gera hérna þetta kall og ég ætla að birta bara HTML, ekkert, það er ekkert hérna, við erum ekkert að fara að nota jQuery eða neitt svoleiðis, við erum bara að fara að gera þetta á bakendanum. Ok, og til þess ætla ég að hérna, nota library sem heitir Axios. Nei, þetta er það sem ég ætlaði. Já, svona. Þannig að núna erum við með hérna 2. Eitt sem ætlar að keyra vefþjóninn minn. Hann hérna bara. Og eitt sem ég ætla að vera að fikta eitthvað með. Þannig að ég ætla að sækja hérna Axios. Og það er svona library sem að leyfir okkur að gera vefþjónustuköll. Og ef við skoðum bara hérna Axios Node, þá sjáum við hérna að það er promise-based HTTP client for browser and Node.js. Þannig að þetta library hér er hægt að nota bæði til þess að gera HTTP köll á browsernum og í bakendanum. Þannig að eins og þið notuðu kannski XML HTTP request eða hérna, jQuery Ajax til þess að gera vefþjónustuköllin í verkefni 3, þá getið þið notað Axios og þá eru þið í raun með sama API á framenda og bakendanum. Þannig að þá segjum við hérna með npm, þá sækjum við svona og svo Bower sem er annars svona pakkakerfi sem við fórum ekki við núna, eða þið getið notað svona CDN, svona eins og við notum jQuery. Og svo getum við gert sem sagt HTTP requestur og þá gerum við bara hérna Axios, get og svo sjáum við hérna, svo fáum við svona promise hérna viðmót tilbaka. Þannig að það sem þetta gerir er að fer á hérna þessa slóð user id 12345 og það lætur þetta library gera eitthvað hluti, búa til HTTP kallið, framkvæma það, bíða eftir því að því sem svarað og svo þegar það er búið að svara þá resolvar það þetta promise sem er skilað og við keyrum þennan hérna kóða. Annars, ef eitthvað kemur upp á, þá er í raun keyrður einhver villukóði hér og við fáum í raun villuna í rejectinu úr promisinu. Þannig að við ætlum að nýta okkur þetta, en við ætlum ekki að gera þetta á hérna framöndanum, við ætlum að gera þetta bara á bakendanum. Þannig að við ætlum að setja hérna, búið til svona instance. Þá erum við hér og ég ætla bara að gera þetta hérna. Þannig að við erum með, breytum þessu yfir í pug hérna og við erum með þessi index routes, við notum þau bara og förum og opnum
það hérna. Hvaða skrá er App. Já, þetta er í þessu dæmi sem þú ert að taka, er það eitthvað skrá sem að... Þetta var búið til að öllu leyti með Express Generator, þessi skrá hérna. Ok. Þannig að ég, því að það er hægt að gera þetta bara með því að fara á Express og kópa eitthvað kóða frá þeim sem að gefa manni svipað, en þú veist þetta svona býr til þennan struktúr, setur upp alla pakkana sem maður vill. Þannig að þetta er svona shortcut í þessu. Þannig að núna ætlum við að nota þetta hérna, þannig að það er þetta routes index sem er hér og það er að reyna að skila okkur þessu title hérna og birta þetta view hérna sem er líka búið til fyrir okkur sem heitir index og ég ætla að gera hérna rename yfir í pug. Aftur svona mjög áhugaverð open source pæling af hverju þetta var renameð og það var út af copyright málum þannig að Jade mátti ekki nota og nú erum við sett með, já, pug.jade, frábært. Förum hérna og svona, ok. Þá er þetta komið og þá sjáum við að þetta hérna er að birta þessi skilabúr sem við fengum hérna í byrjun. Þannig að núna ætlum við bara að segja hérna tónleikar og eitthvað bil og svo ætlum við að fá hérna inn einhver gögn frá í raun þessari vefþjónustu. Við ætlum bara að gefa okkur það hérna að við séum með concerts eða bara eitthvað concerts fall sem ég ætla að búa til hérna fyrir neðan. Þannig að það sem að, eins og þetta er gert í verkefni 6 þá er í raun þetta hérna í öðrum pakka sem að þið síðan requireið inn til þess að í raun aðskilja frá því hvernig þið eru að meðhandla routes sem er þetta, þú veist, hvernig fólk kemst hvar á vefnum ykkar og svo lógíkin ykkar að eiga í einhverjum vefþjónustu samskiptum. En við höfum þetta bara allt hérna saman af því að það er bara gaman. Og við tökum ekkert inn hérna, þannig sækjum við bara í raun þessi gögn hérna. Hvernig þetta list hérna svo við séum ekki að við sömu breytu og nafn og heitið á fallinu okkar. Og hérna ætlum við bara að byrja að við ætlum bara að skila tóma fylkinu. Þannig að þá getum við gert hérna each concert in concerts og gerum þetta í u-li-lista, li-concert. Svona. Og svo segjum við hérna concerts. Þannig hérna er það sem við notum til þess að render. Það lætur Express finna þetta view hérna sem heitir index sem að finnst með því að það er flett upp í hérna í view engine ef við erum að segja hérna views búa í dir names af þessari skrá hér sem er þá bara þetta demo og svo í directoryinu views og svo erum við að nota view engine-ina pug þannig að þá veit það ef ég segi hérna render index þá fer hún í views, finnur index.pug og renderar það og svo er þetta seinni færibreytan er í raun gögnin sem við látum viewið fá þannig að við segjum rendera þetta view og hér eru gögnin sem það þarf til þess að birta það sem að hérna, það vill. Þannig að nú gerum við svona og svo restartum við þessum vefþjón hérna og fáum villu unexpected token sko nú er spurning hvort ég sé að gleyma því hvernig syntaxin á þessu each er iteration each val in það er ekki tvíbúndur bara ok þannig að þá fáum við hérna bara eitthvað tónleikar og það er ekki neitt af því að þetta var bara tóma fylkið þannig að það er aldrei ídrað þannig inn og ef við skilum hérna bara eitthvað
ASDF og hendur þessum, þá fáum við hérna ASDF. Þannig að þá sjáum við að núna erum við bara að birta þarna einhvern lista sem við erum bara að búa til á vefnum hjá okkur, sem er bara nákvæmlega sama við erum verið að gera áður. Þannig að hérna sjáum við þetta skrifast allt bara út í HTML-ið hérna. Pug pretty HTML. Pretty print. Svona er þetta oft þegar maður er að leita. App locals pretty true. Þannig að með því að gera núna sem þetta segir hérna að því að app er í raun þessi express hlutur og locals eru svona local breytur sem við segjum við hann og þá skilur í raun pug það að ef það er til breyta sem heitir pretty og hún er true þá mun outputið úr templateinu okkar vera pretty sem er þá svona í staðinn fyrir svona concatenate allt í eitt streng ljótt. Þannig að þá sjáum við hérna mér að segja einhver villa hjá okkur. Hvað er þetta? Ok, skiptir svo sem ekki öllu máli. En þannig að nú erum við komið þetta. Þannig að næsta sem við ætlum að gera er að sækja þetta hérna og í staðinn fyrir að segja þetta ASDF þá vil ég núna sjá bara leikhústónleikar Halla og Góa og í næsta er þetta hérna og svo framvegis. Ok, þannig að þá þurfum við að gera í raun þetta vefþjónustukall sem að við ætlum að útfæra í þessu hérna falli og þá þurfum við að ná hérna í Axios og þá notum við þennan pakkakerfi sem að Node býður upp á. Þannig að því að við vorum búin að gera npm install Axios þá er þetta hérna til staðar, bindum við þessi hérna breytu, lögum hérna hvað þetta er, gamaldags kjánlegt hérna og svo erum við hérna með þetta instance sem er þá Axios og ég mann þetta base url er hps apis.is og svo ætlum við að gera instance.get concert og svo man ég ekki nákvæmlega hvernig þetta lítur út. Create base url Axios create og get það er hérna þannig að við fáum bara promise hérna. Þá náttúrulega kemur upp sú spurning hvernig meðhöndlum við þetta. Þannig að við ætlum núna að segja hérna result then result þannig að við búum hérna til fall sem að tekur við og keyrir ef að þetta gerist og við gerum hérna error. En núna náttúrulega er þetta hér að fara að búa til í raun asynchronous aðgerð sem fer út og sækir allt þetta dót og skilur okkur svo tilbaka. Á meðan að hérna, þegar einhver kemur hérna inn og gerir get, þá er þessi hérna lína keyrð og svo er þessi hérna render lína keyrð. Þannig að þá í raun mun asynchronous aðgerðin ennþá vera bara eitthvað að sækja á vefþjóninn og gera sitt og svo kemur hún tilbaka og við erum löngu búin að rendera þetta út með þá í raun í þessu tilfelli hérna bara eitthvað undefined. Þannig að við myndum senda undefined inn í þetta hér og við myndum fá bara villu á framöndanum okkar því að það er ekki að gerast það sem við viljum að gerist. Þannig að þá þurfum við að vinna með þetta promise og bíða eftir því og senda það síðan þegar það er búið að resolva eða kemur vill út úr því, þá þurfum við að rendera. Þannig að það sem við getum gert, og ég ætla að taka með smá shortcut hérna, er í raun að skila þessu promise frá Axios og láta þetta hérna gera aðeins meiri vinnu, það sem við myndum vilja gera sem var aðeins snyrtilegra
Við sjáum eftir hvernig við fáum svona auka upplýsingar frá Axios hvaða HTTP kall var gert og hver varu headerarnir í svarinu og eitthvað svona sem okkur skiptir okkur í raun engu máli fyrir það að birta þessa blessuðu tónleika okkar. Og það sem þið myndir þá gera í verkefni 6, það sem hérna í þessari sér einingu sem hjúpar alveg við þjónustu samskiptin, en af því að við erum að vera svona næ dæmum sem alltaf svolítið lenskan hérna hjá mér, að þá ætlum við að gera hérna concerts og það er fall og við köllum í það og það hérna skilar okkur hérna promise, þannig að við segjum hérna þegar að þetta hérna búið að rendera, þá ætlum við að taka þetta hér og rendera það út með result held ég jafnvel, þegar það rosa gott nafn. En við skulum líka sjá hvað inn í þessu og svo aukalega þá ætlum við að gera hérna error, af því að við eigum þetta error template sem hérna og það segir bara eitthvað message og error.status og error.stack. Þannig að það eitthvað hérna status og stack bara stack-tracið og upplýsingar millina. Þannig þá ætlum við að gera þetta hérna og við sendum sem sagt errorið bara áfram. Þannig að hérna notum við fáum eitthvað error og við rendurum það áfram hérna. Oh no. Tónleikar. Og svo setjum við þetta líka hérna. Ok, þannig að núna fyrir hérna, restartum með þessum vefþjóni og sjáum hvað gerist hérna. Ok, cannot read property length of undefined. Þannig að við sáum að þetta tók aðeins lengri tíma, sáum að það ég refreshaði. Þannig að núna að því að ég loggaði líka út hérna, console log result og villan kom í raun upp þegar það var reynt að gera þetta hérna línu, þá ætti ég að vera með eitthvað núna í konsolinu sem segir mér eitthvað áhugavert. Það eitthvað hérna áhugavert. Og þá sjáum við þessi result hlutur, ef við stakkum þetta hérna, sem að Axios skilar, inniheldur alveg gommu af upplýsingum sem eru góð fyrir okkur sem við erum að hérna kannski að debugga og sjá hvernig þetta virkar, en svo þegar við erum í raun farin að búin með þennan part af forritinu okkar sem að gera samskiptin við verðþjónustuna, þá skiptir þetta okkur ekki máli og við viljum í raun bara fá gögnin. Þannig að hérna sjáum við að við fáum headerina sem að koma tilbaka, status 200 ok, þetta hérna alls konar upplýsingar, skiptir okkur ekki máli. Ég gerir mistök, það heitir data, ekki results. Af því að það var results.data.results, af því að það hérna hér, results. Þannig að þá þurfum við að gera hérna og breyta þessu hérna yfir að vera data.results, bla bla bla. Þannig að þetta mun þá virka núna að öllum líkindum og nú refreshum við hérna og við sjáum það bara til að vera hérna nú tók okkur 848 millisekundur og aftur villu vistast það ekki? Jó, vist það ekki length of undefined, ok, gerum það svona, já, S, ok, núna fáum við hérna object, fullt af einhverjum objectum sem í raun passar við það sem við sjáum hérna að results fylki af objectum og við vorum í raun bara að skrifa út stökin sem voru í hvert stak í fylkinu. Það bara object, þannig að það tekið object, það reynt að prenta út sem strengur, þá kallaði toString og sjálfgefna hegðunin að skrifa út object þegar það ekki raun búið að yfirskrifa í prototípunni toString fallið. Þannig að þetta meikar allt saman sens og við sjáum það hérna líka, object, en svo sjáum við líka að þetta tók hérna 821 millisekundu hérna niðri að gera þetta hérna út af því
að við erum að gera vefþjónustu, ég sem notandinn á þessum vef í mínum browser og ég opna slóðina, þá kemur HTTP requesti frá mér yfir á vefþjónin sem Express á minni vél. Express tekur við beiðninni frá mér, athugar hérna hvort ég vilji gera eitthvað, hvað ég bara að biðja býð síðan til aðra HTTP requestu frá vefþjónunum okkar, Express, yfir á vefþjónin hjá apis.is með þeim upplýsingum sem við vorum að biðja sér í lagi apis.is/consult, fær svar þar, skilar því, tekur út úr þessu svari results fylkið, þannig að við fáum bara þetta hérna fylki, skilar því síðan í renderfallið sem ítrar í gegnum þetta, býr til HTML-ið á bakendanum og síðan svarar mér sem hérna á endanum að bíða eftir því að fá þetta. Þannig að hann búið að gera vefþjónustukall, gera HTTP kall og svo vefþjónustukall, bíða eftir svari og senda svo aftur tilbaka. Og svona eru mjög mörg af þessum vefjum að það svona, þú ert bara að tvinna saman ótrúlega miklu dóti. Þú ert að gera vefþjónustukall, þú ert að gera flett upp í gagnagrunni, þú ert að gera hitt og þetta. Þannig við sjáum í raun að þetta hérna breytir töluverðu með vefinn okkar hraðalega séð, af því að núna erum við í raun að bíða eftir því hversu hraður vefurinn hjá apis.is er. Þannig að ef við prófum hérna bara eitthvað, brjótum þetta, þannig að það heitir sapis.is og restartum og við gerum hérna aftur að þá förum við niður í 350 millisekundur, en það er þá líklegast út af því að það að gera DNS-kallið til þess að athuga hvort að sapis.is sé legit lén, það tekur styttri tíma en ég reyna að gera það og svo sækja gögnin. Og hérna sjáum við líka þá hvernig villumeðhöndlurinn er. Við prentum bara út villuna og hérna titillinn oh no sem við settum og við fáum upplýsingarna sem í raun þetta get other info not found og svo fáum við stack traceið til að segja okkur í raun hvað þetta er. Og þetta gerist einhvers staðar inn í DNS libraryinu í Node. Þannig að þetta svona höfum í huga þetta með þetta hægagangina, þegar við munum aðeins fara síðan í það nánar hvað við getum gert til þess að komast hjá þessu. En svona til þess að ljúka þessu, þá núna ef við vistum hérna, svo ef við ykkur langar, af því að þetta er mjög leiðigant, þá er þetta að setja upp svona eins og Notemon er eitt library sem að fylgist í raun með ef við gerum einhverja breytingar og restartar þá fyrir okkur, þannig við þurfum ekki að gera alltaf sjálf, en það er svona aftur pakki og dót sem það þarf að setja upp, þannig að það er ekki krafa í þessu verkefni, en það mun flýta fyrir ykkur. Þannig að ég setja ekki sem kröfu en ég mæli með því. Og núna refreshum við þetta aftur og sjáum þá þetta hérna. Og þannig að núna bara til að geta lokað þessu, þá ætlum við bara að fara og pikka út úr þessum niðurstöðum eitthvað sem er skemmtilegra að birta. Þannig að núna vitum við út frá því hvernig þessi gögn koma hér að við erum með eitthvað sem heitir event date name og við erum með date of show. Þannig við ætlum að nota það hérna og við ætlum að gera hérna svona og gera bara hvað vorum við ekki með hérna tónleikar, þetta er redundant, setjum bara hérna H2 concert og P er concert.date of show. Þannig þá erum við að fara að pikka út úr þessum, núna að því að við erum bara að breyta templateinu og þurfum ekki að restarta þegar því það er alltaf að rendera aftur og aftur og aftur. Við erum ekki að kassa útkomin úr því. Þannig núna refreshum við þetta hér og þá fáum við þessar upplýsingar sem við vorum að sækjast eftir. En hérna sjáum við að þetta kemur eitthvað voðalega skrítið út af þessu hérna. Þannig að ditchum þessu hér og gerum þetta bara svona og þá fáum við svona. Þannig að núna getum við gert í raun eitthvað enn frekar við þetta. Við sjáum hérna, það eru aukalega einhver mynd, þannig að við getum tekið hérna image source
og við getum sagt bara hérna img source concert image source svona og ekki þetta, hérna þá fáum við myndina með og hérna erum við núna að alltaf bara að prenta út bara good old HTML hérna. Það er ekkert fancy að gera, þannig nú erum við að láta bakendan, vefþjónin sjá alla hérna að gera alla vinnuna. Þannig við erum ekki að gera þetta í framöndanum eins og við erum að gera þegar við erum að nota Ajax. Þetta erum við að láta vefþjónin gera þetta. Og þannig að fyrir mér þá veit ég ekkert að það er að gera eitthvað vefþjónustukall í apis.is. Svo kannski myndum við sleppa að nota apis.is og nota eitthvað nýtt sem að eða kalla beint í miða.is eða tix.is eða eitthvað svoleiðis. Og svo núna getum við farið bara í það að dúlla okkur við það að láta þetta vera bara rosa fín. Passa þennan streng hérna yfir einhverja fallegri dagsendingu og tíma. Láta myndina vera kannski vinstra megin og þetta hérna koma svona, gera þetta responsive og svona. Og allt með það að í grunninn erum við að sækja gögnin frá einhverjum öðrum aðila og birta HTML-ið og það bara beint strax frá vefþjónunum okkar. Og það í raun bara svona, ég vona allavega að þið sjáu það í raun svona nokkuð bara beint af augum að fara í þá vinnu út frá þessu hér. En svo myndum við náttúrulega líka vilja gera kannski einhverja meiri vinnu hérna og segjum til dæmis að við ættum að láta þennan hér vera link þar sem ég geti smellt á hann og þá fengi ég einhverja nánar upplýsingar, geti keypt miða eitthvað svoleiðis. Þá getum við bara farið hérna og gert href, segjum bara, gefum okkur að við hefðum eitthvað svona til þess að gera þetta og segjum að það myndi þá bara heita hérna eitthvað event/ eitthvað, bara þetta concert event date name og concatenating þessum hérna saman og refreshum hérna. Þannig núna verður þetta hér að link sem við getum klikkað á og þá förum við náttúrulega inn á hérna og við fáum bara villu þegar við erum ekki með þetta rát sem tekur við þessu. En hvað ef við myndum vilja gera svoleiðis, þá hérna sjáum við hérna litla uppi, stendur event og svo kemur hérna eitthvað leikhústónleikar og hérna sjáum við búið að URL enkóða af því að bilið hérna öðruvísi. Þannig að hérna við þurfum að gera eitthvað í því og það að vera próf, þannig að við þurfum að drífa okkur klára. En þá getum við gert hérna router.get hérna event sem var þessi fasta slóð hérna fyrst /name. Þannig við ætlum að segja hérna eitthvað route sem dynamískt og tekur við á event einhverju sem breytilegt hér sem heitir name og við ætlum að gera bara eins hérna svona og birtum bara nákvæmlega þetta sama hérna nema við ætlum líka aukalega að gera hérna console log rec.params. Þannig við förum hérna, restartum þessu. Þannig að núna ætti þetta ekki að vera lengur 404, þetta birta bara nákvæmlega sama nema svo aukalega ætlum við að sjá þetta hérna í konsolinu hjá okkur. Það væri þá hérna fyrir ofan allt þetta dot hérna og þá sjáum við hérna, hér name sem nafnið á þessum parameter sem við settum hérna inn leikhústónleikar Halla og Góa, þannig þá getum við gert eitthvað frekar með þetta. Það það sem við getum fengið, þannig að þið getum fengið hérna name roof, valið roof, vita það að það hérna eitthvað stakið þessum fylki sem heitir roof, það með eitthvað annan endpoint og þá gerir þið annan vefþjónustukall sem byggir á því. Það síðan verkefnið í verkefni 6. Svo höldum við áfram á þessum nótum á mánudaginn þegar við förum yfir hvernig við síðan tökum þetta og látum það ekki bara keyra á vélina okkar, heldur setjum við upp á einhvern vefþjónust í heimi þar sem að allir geta komist að því hvað við gerðum frábæran vef.